Rúnar, hvernig kom þetta til að fá Óla til starfa? Nei, mér vantaði mann hliðar á mér. Þú getur farið inn nokkrar leiðir í þessu, þetta velja mann sem á að koma að starfa kring þau, en þegar með þetta aftur Óla allt inn í hug og þá býður ekki Óla Jó vera aðstoðarþjálfarinn, þú býður honum að koma í þjálfarateymið með þér og þjálfa með þér. Og það bara svo nálgun sem við erum að fara í. Óli kemur bara inn í teymið ásamt mér og við erum að þjálfa þetta lið saman. Við erum báðir mjög öflugir karakter og öflugir þjálfarar og höfum ólíka sýn á hvernig fótbolta við viljum spila og svo blanda getur verið mjög öflug fyrir okkur. Óli er sigurseglasti þjálfari á Íslandi fyrir og síðan. Fá hann að starfa með mér og inn í okkar félag er stórkostlegt. Með hans hugmyndafræði og hvernig hann nálgast leikinn er bara öflugt fyrir mig sem þjálfari að læra á honum og öflugt fyrir hann að læra mér og vera kringum mína hugmyndafræði. En fyrir strákana er þetta bara geggjað, tækifæri og frábær rödd inn í klefann og á Eiríksvelli. Þú varst nátt að fara inn í 7. undirbúningstímabilið, fannst þið þú þurfa nýja sterka rödd inn í bara hópinn því þetta er stór hluti hópsins sem er búinn að vera í nokkur ára, þannig að maður sem er hlustað á. Já, eins og ég sagði þú getur valið einhver leiðir sem þú vilt taka, einhvern þjálfara sem er aðstoðarþjálfarinn þinn eða sem hefur ákveðið hlutverk á æfingum eða fá Óla. Þetta er ekkert vanaleg leið að gera þetta svona. Ég tel að það sé best fyrir mitt frábæra félag, Stjörnuna, að fá Óla inn í okkar teymi þar sem hann er á lausu. Það er alltaf galið að svona maður skuli vera með fólk með starf og mér finnst það bara ekki spurning þegar mér datt í hug að tala við hann og sjá hvernig hann lítist á þetta. Mér finnst það frábært hjá honum að stokkja á þetta. Mér finnst það sýnir karakter í honum. Talið báður að þú að tala við hann. Kom þessi hugmynd frá þér eða frá félaginu sjálfu? Frá mér. En frá þér? Já, ég ræði mína þjálfara þess að ég starfa með, ekki félagið. Félagið gengur síðan frá samningu. Var ekki skrítið að vera ekki lengur einn aðalþjálfari? Það er ekki skrítið. Allir mínir þjálfarar sem hafa starfað með mér hafa hlutverk og Óli hefur hlutverk ásamt mér og við, þannig að eins og sagði áðan, þú býður ekkert Ólafi Jó að vera aðstoðarþjálfari. En það er að koma yfir það að vera aðstoðarþjálfari. Það kemur bara inn í teymið með mér og verður öflugur þar. Og við erum að mynda frábært teymi með okkar sýn á fótboltann og hvernig við gerum Stjörnulið besta lið á Íslandi aftur. Og verða væntingarnar meiri núna þegar Óli er kominn í teymi? Væntingarnar er alltaf miklar í Garðabænum. Það er krafað titla og verið í Evrópusæti hvert einasta ár og það verður ekkert minni í ár. Hvernig verður þetta ef það eru ágreiningsmál á milli, hver á loka ákvörðunum? Við ræðum bara fullorðnir menn um það. Við þurfum ekki að vera samlu hlutina. Alls ekki. Það er hollt og gott að vera með ágreining og ekki endilega vera með jámenn fyrir lið. Það má ekki heldur. Við ræðum það bara og síðan komumst á niðurstöðu. Þetta er ekki flóknara það, bara eins og öllum öðrum vinnustöðum. Kaffitímandi verða skemmtilega, hann mætir með þér, Kristjáni og Eyjólf. Já, þetta verður stórkostlegt. Frábært hjá félaginu að búa til svona öflugt þjálfarateymi fyrir félagið og fyrir yngreflokkana og það verður skemmtilegir þjálfarafundinir, já, þeir verður mjög öflugir. Hvernig verða fleiri með ykkur í þjálfarateyminu í meistaraflokki í Garða? Það er ljóst. Eyjólf Heiðarsson verður styrktarþjálfari, ásamt því að hann er leikmaður. Markmannsþjálfaramálin er komið langt á veg. Ég get ekki gefið neitt upp með það. Ég vona að Óli hef ekki gefið neitt upp með það. Ég veit það samt ekki hvað Óli stæði. Þannig að við gefum ekkert upp með það stæðin í dag. Það er komið langt á veg. Það er maður sem hann hefur starfað með ár. Já, það kemur vel til greina.